Núna ætlum við að fara yfir pakka 3 af skýrslum í rafmagnsfræði 4 og við ætlum að byrja hérna á mælingaverkefni 3A þar sem við erum með mótstöður, 3 fasa, við erum að nota hérna gula álagsmótstöðukassan og við höfum náttúrulega nanovip, aflmæli og ámæla á ampertöng og allt slíkt. En við byrjuðum á því að stilla viðnám á 115 ohm og þá fáum við eðlilegan straum frá 400 volta kerfi sem við tengjum sem sagt við og við tengjum þá fyrst í stjörnu, þá þyrftum við að tengja saman hérna öðrum megin þessar 3 enda á mótstöðunum og hér sem sagt ég þá búinn að tengja þessar 3 mótstöður saman, setja inn í multisim í gær og þá hérna spennugjafi, hann hér fasaspennan sýnd 230 volt rúm og þá fáum við 400 volta spennu á milli fasa. Við sjáum hérna þessu spennumæli hérna, 400 volt. Þetta reiðspennumælir, AC. Og ég sé hérna, ég hef gleymt að setja á 50 rið, en það breytir engu af því að þetta raunviðnám að þá fæ ég réttan straum og rétta spennu. Það ekkert spanið inn á mig í þessu, þannig að það skiptir engu máli. En þannig að þá getið þið skráð, já, þið þurfið náttúrulega að vera með þessar skýrslur, þið eru þá væntanlega þið sem með tölvur, þið þurfið að opna innuna og fara í undir efni, pakka 3. Það bara að gera fyrir ykkur að opna bara allar þessar skýrslur. Einhverjir búin að taka mælingar í einhverju, þannig að þá kannski ágætt fyrir ykkur að reyna að ná í þær skýrslur ef þið hafa aðgang að þeim. Er óeðlilegt að vera með lægra afl heldur en þú ert með? Ég með afl sem helmingurinn af þínu. Helmingurinn? 649 vött mælingin hjá mér. Já, hvaða straum varstu með? 1,96 ampere. Það hefur eitthvað verið bogið við aflmælinguna. Já, ég held að væri vissara fyrir að lagfæra mælingarna. Það hefur eitthvað komið upp á þarna. Þetta getur ekki verið alveg. Sko það getur verið að straumurinn sé hækkaður upp hérna hugsanlega sko. En hérna ef við prófum að reikna þetta út að þá það rótina 3 sinnum og byttum við sinnum 400 sinnum það var 2 ampere og já, þetta sem sagt þetta ætti að vera 1,38 sko. Hann hefur hækkað þetta hérna upp í 1,4 kW. Þetta 1,385 kW. Þannig að þetta rúnaðar tölur sko, en 600 það eitthvað sem að ekki getur passað sko. Þá hefur mælirinn eitthvað verið vitlaust tengdur eða mælirinn hefur ekki verið í lagi sko. Einhver tenging við hann ekki alveg í lagi. Við erum með fasaspennu 230 volt og heildarspennan 400 volt frá neti. Þannig að þú skalt leiðrétta þetta í 2 ampere og 1,4 kW. Og við sjáum það hérna sem sagt að þetta eru 2 ampere klárlega.
Svo að ég held þá að þið séu öll komin með þessar niðurstöður og ég ætla að fá að fara í þessa spurningu hérna, er einhver munur á fasastraumi og aðalstraumi? Það getur bara ekki verið. Allur straumurinn fer sem sagt hérna inn og einhvers staðar annars staðar hérna út, þannig að það er engin munur á fasastraumi og aðalstraumi. Aðalstraumur er sama og fasastraumur í stjörnutengingu. Það er ákveðin regla, sjálfsögðu. Hins vegar munur á spennunum er náttúrulega með rótina 3. Við deilum í heildarspennuna sem er 400 volt með rótina 3, þá fáum við fasaspennuna 230 volt. Er það ekki öfugt svo í þríeiningstengingu? Jú, svo er öfugt þar. Heyrið, má ég þá ekki bara halda áfram? Þið eru komin með þetta og hérna var þetta með fasaspennu og aðalspennu. Hlutfallið milli fasaspennu og aðalspennu er sem sagt rótina 3 og aflið í fasa er síðan reiknað út hérna. Það er 2 ampere sinnum 230 og þetta er bara fasaaflið. Það er sennilega það reglan sem þú varst að reikna út. Það ekki? En þú mæltir það ekki. Var þetta ekki mælt með nanóvettmælunum? Jú. En sko þá eru að mæla sem sagt heildaraflið, en þetta er fasaaflið, 460 watt. Það er bara spurning hvort þú hefur skrifað eitthvað á rangan stað, hugsanlega. Það kann að vera. En þetta er það sama hérna hjá þér? Já, 460 watt sem sagt fasaaflið. Það er klárt, það er í lagi. Og býtum við. Já, munurinn á hérna fasaafli og heildarafli er sem sagt þrefaldur. Þess að P deilt með P fasa eru 3. Þrefalt meira afl, heildarafl heldur en fasaafl. Og ef við þurfum að vita hvað er afl á fasa í svona 3 fasa afli, þá hérna deilum maður í heildaraflið með 3, þá fáum við fasaaflið. Ok, síðan kemur. Fór ég nokkuð hratt í gegnum þetta? Er ekki allir með þetta? Þetta er flott. Þetta er allt í lagi, ok. Þetta er alveg að hafast. Þetta er alveg að hafast, ok. En þá er það þríhyrningstengingin. Þá hérna tengjum við alla endana svona saman og á milli tveggja elementa eða hitalda setjum við fasastraummæli, straummæli fyrir fasastrauminn og síðan mælum við heildarstrauminn hérna og áfram hérna heildarspennuna 400 volt. Við fáum hérna 6 ampera heildarstraum, skráum hann hérna undir 400 volt spennu, 6 ampera heildarstraum og fasastrauminn sjáum við hérna 3,48 sem við bara hækkum upp í 3,5 amper, það er allt í lagi. Og heildaraflið hérna er 4,2 kW. Það er hægt að prófa að reikna það út. Það er þá sem sagt rótin af 3 sinnum 400 volt og síðan sinnum 6,025. Ég vil vera mjög nákvæmur á þessu. Já, ég fæ hérna 4,17 kilowatt og hérna hann hefur hækkað svarið semst upp í 4,2 kilowatt úr 4,17 upp í 4,2 kilowatt. Er þetta ekki aflmæling? Er þetta útreiknað alltaf í þessum lið? Þetta er mæling, þetta er aflmæling hérna.
P. Þetta það sem sést á aflmælinu. Þú ert bara að sannreyna. Já, ég bara að tékka á því. Af því ég sé hérna strauminn og spennuna og margfaldar svo með rótina 3 þá fæ ég heildaraflið. Síðan ef ég myndi vilja fá fasaflið þá myndi ég segja að þessi tala hérna P, heildaraflið 4,2 kW deilt með 3 til þess að fá fasaflið. Og það líka hægt að gera það öðruvísi, það hægt að nota þá hérna við sjáum hérna fasaaflið, þá getum við líka margfaldað fasastrauminn og spennuna og fáum fasaaflið sem 1,4 kW. Það mjög náttúrulega, ég reiknaði bara út hérna 1,39, þannig að hann hækkar þetta upp í 1,4 kW. Og hér spurt hérna, einhver munur á fasaspennu og aðalspennu? Nei, í þrýtningstengingu þá sama aðalspennan og fasaspennan. Það klárt. Hins vegar skiptis straumurinn sér. Að fasastraumurinn aðalstraumurinn deilt með rótina 3 eða þetta hlutfallið, sem sagt rótina 3 milli aðalstraums og fasastraums. Og hérna reiknum við þetta út. I deilt með I fasa sama sem 6 deilt með 3,5 ampere og niðurstaðan aðalstraumur deilt með fasastraum sama sem rótin af 3. Það svarið við þessum lið hérna. Og síðan að reikna út aflið í fasa. Fasaaflið sama sem heildarspennan sinnum fasastraumurinn og þá það 400 sinnum 3,5 ampere. 1,4 kW. Svo skulum við skoða muninn á fasaafli og heildaraflinu. Sem sagt, heildarafl deilt með fasaaflinu 3. Það passar hérna líka að það 3-falt meira afl heildaraflið heldur en fasaaflið. Eða ef við segjum heildarafl deilt með 3 þá fáum við út fasaaflið. Ok. Þetta hérna æfing sem bara til þess að festa það sem að þið hafið einhvern tímann lært áður. Það mjög einföld æfing, en bara að við hérna séum með þetta alveg 100% á hreinu, hvernig að þetta á að reiknast út og við séum ekki að ruglast á milli þessara tenginga. Síðan að lokum hérna, þá við að finna út hlutfallið á heildaraflið í stjörnu og heildaraflið í þrýtningstengingu. Og þá heildaraflið í þrýtningstengingu deilt með heildaraflinu í stjörnu þá líka 3. Sáum hérna, já, í byrjun vorum við með 1,4 kW í stjörnutengingunni og enduðum með 4,2 kW í þrýtningstengingunni í heildarafli. Og það 3-falt meira afl í þrýtning heldur en í stjörnu. Og þetta sem það bara síðasta atriði í þessari skýrslu. Eru allir komnir með þetta? Megum við halda áfram? Ég ætla að fara aðeins inn í innuna og ná í sýningur aðeins að þið þurfið að ná í næstu skýrslu væntanlega. Þurfið smá tíma í það. Og ég að smella hérna á öðrum skjá og ná í næstu skýrslu. Og hér áfanginn og þá að smella á efni og þá eigum við að hafa mælingaverkefni 3 og
já, þið náttúrulega sjáið bara þessi 3 verkefni sem eru opin, þá er þetta hérna mælingaverkefni 3, A, B, C og D og þá næst förum við í það 3B mælingaverkefni. Ok, þá gerir ég ráð fyrir að þið séu komið með mælingaverkefni 3B. Og þá ætla ég að finna það hjá mér hérna. Það er hérna. Hér í þessu verkefni þá eigum við að leiðrétta fasvik við skammhlaups-mótor og hér hérna höfum við sérstaklega 50 metra langan kapal til þess að reyna að fá fram mismunandi afltap eftir því sem að við höfum leiðrétt eða leiðrétt fasvik eða við höfum enga leiðréttingu á fasviki. Þá sjáum við sjálf munin á straumnum sem fer eftir kaplinum og þess vegna fáum við svolítið mun á afltapi í kaplinum. Það er rauninni tilgangurinn með þessu verkefni að læra að það tapast meira afl ef við leiðréttum ekki fasvikið við álag sem veldur miklu fasviki. Við getum losnað við auka straum, launstraum og þannig minnkað afltap í kapli. Svo að við erum með mótortengdan við álagsvogina og hér erum við að tengja aflmælinn, nanomettmælinn við spennugjafa og síðan tengjum við líka þéttasettið við notum þetta þéttasett til þess að leiðrétta fasvik og síðan þurfum við að staðsetja ampertöngina þannig að við erum að mæla heildarstraum mótorsins en ekki strauminn að þéttunum eða mótorstrauminn með þéttastraumnum heldur bara heildarstraum mótorsins, aðalstraum mótorsins. Og ef að það tókst allt saman vel að ganga frá aflmælunum þá gætum við séð að það er mismunandi aflmæling hérna á stöðunum því að það tapast alltaf eitthvað smávegis í kaplinum og áður við setjum þéttinn á stillingu til þess að leiðrétta fasvik og en við tengjum þetta allt saman upp en þéttirinn bara stilltur á 0 fyrst og við köllum að allar mælingarnar eru merktar númer 1 sem er við spennugjafann og svo eru merktar númer 2 mælingarnar við mótorinn. Og síðan eru þið komin með þessa töflu fyrir framan ykkur. Þá þurfum þið í rauninni að fara að fylla inn í þessa töflu, þessar mælingar sem við erum að taka. Við tökum strauminn, fyrst þegar að stilling þéttanna er 0. Þá er straumurinn og spenna á sitthvorn stað, aflið á sitthvorn stað og raunaflsstöðullinn og snúningshraðinn mældur. Og svo er þetta aftur gert eftir að við erum búin að stilla þéttasettið á 5 og í stillingu 5. Og svo er líka straumurinn í þéttunum mældur, hérna 5,78 ampere. Og ég ætla að gefa ykkur tíma til þess að skrifa þetta upp.
Já, ég var að velta það fyrir mér ef að myndin kemur nú ekki með þá væri kannski betra að ég væri búinn að lesa upp alla tölunar. En Hún er með. já, þið sjáu myndina en það ekkert alltaf að upptakan sleppi með myndina. Það er munurinn. Ég sé Alexander, þú ert komin inn í hópinn. Velkomin, Alexander. Ertu búinn að ná öllu þessum sem við vorum að gera hingað til? Í miður þá senkaði mér. Fyrirgefðu, ég heyri svo illa í þér. Já, svona, fyrirgefðu, svona. Hvað segir Alexander? Náðirðu þessu sem að við, Ég horfi bara á upptökuna. Já, þú ætlar að hafa upptökuna. Allt í lagi. Ekki stress. Allt í það. Ok. Og þá held ég að við förum bara áfram. Ég held að sé eiginlega tilgangslaust að ég held að við farið nú ekki að horfa á þetta ef að vantar myndina. Þannig að ég verð bara að renna yfir þetta aftur og eftir ef að myndin tekst ekki. Sem sagt, að í stillingu 5 þá sjáum við aðeins mun. Hvaða mun sjáum við? Jú, það eins og að straumurinn við spennugjafan, hann minnki. Hvernig stendur á því? Jú, að nú fær mótorinn launstrauminn frá þéttinum. Þessi 5,78 ampere fara bara beint inn á mótor til þess að segulmagna mótorinn. Þéttirinn bara, og mótorinn þeir kasta á milli sín launstraumnum og við þurfum ekki að fá launstrauminn lengur frá töflunni, frá spennugjafanum. Svo að þess vegna lækkar heildarstraumurinn frá töflunni úr 8,83 amperum niður í 7,18 ampere. En við sjáum það að mótorinn, I2 mælingin, mótorinn tekur alveg nákvæmlega sama straum. Það breytist ekki þar. Því að þar sjáum við bara að í rauninni bara straumurinn að koma frá þéttunum, en við sjáum enga mun. Í staðinn þess að launstraumurinn að koma frá þéttinum en var áður að koma frá töflunni. Svo að engin breyting á straumnum þar. Nú, spennan áfram 230 volt og hins vegar lagast spennan örlítið við mótorinn vegna þess að það minna spennufall í kaplinum. Það hækkar örlítið spennan við mótorinn, heldur sem var áður. Aflið, það minnkar örlítið við P1. Það sama afl við P2, sem sagt við mótorinn hann tekur sama raunafl. Og þá sjáum við hérna munin á fasvikinu. Fasvikið við töfluna, við spennugjafan, minnkar, fasvikið minnkar, raunaflsstöðullinn stækkar. Hann leiðréttist algjörlega, hann fer upp í 1. Svo að hér þá í rauninni, fræðilega séð fasvikið 0 ef þetta nákvæmlega rétt tala. Og hins vegar vitum við ekki, kannski fer örlítið straumur tilbaka inn á netið ef að þéttirinn stór. En okkur sýnist hér að við séum búin að leiðrétta fasvikið alveg við spennugjafan. Og hér sjáum við bara, við mótorinn sjálfan, þá erum við ekki að sjá neina breytingu. Það eðlilegt. Mótorinn breytist ekki neitt, þó við leiðréttum fasvikið í kaplinu. Það í rauninni það sem við erum að gera. Að mótorinn fær bara launstrauminn frá þéttunum í stað spennugjafans. Og snúningshraðinn náttúrulega svo sami. Hann breytist ekki neitt. Skoðum svo hérna áfram. Við förum að reikna út frá niðurstöðunum og hérna fyllum
upp hérna í þessa töflu, reiknum út fasleikið og reiknum upp afl-tap í kapli og þetta allt saman sýnt hérna. Hérna fá mismuninn á þessum tölum sem að, já, ég gæti kannski reynt að hafa hérna snipping-túlmynd af hérna, þessi hérna bara snipping-túlmynd af töflunni til hliðar, getur ég gert það? Sjá, hérna, nýtt hérna, sjá aðeins að skella henni hérna til hliðar töflunni og þá förum við hérna neðar aftur svona og þá ætlum ég að setja myndina hérna til hliðar, kannski gengur það. Já, svona nokkuð veginn. Sé hægt að mynda þetta? Já, þó ekki mikið. Jú, við náum með svona nokkuð veginn. Þetta hérna, já. Og já, þá erum við með í rauninni allar mælingar það hérna. Og allar mælingar sem við þurfum á að halda í rauninni hér. Svona. Sleppum snúðinsaðan, hann bara óbreyttur. Þetta við, ég bara fá hérna eitthvað. Já, alltaf, og hérna þá það það engin breyting á hérna fasvíkinu, sama fasvík við spenningjafann og við mótorinn ef við erum ekki með þéttana inni, slökkt á þéttunum. Og þá afltapið í kapli aðeins meira heldur en ef við erum með þéttana í gangi. Og ásafl mótorsins reiknast nákvæmlega sama, sama snúðinsaða og heildarnýtni kerfisins lagast aðeins. Mjög lítill munur þarna á en hérna samt örlítið, þetta sjá það, þetta jákvætt að leiða þetta fasleikið, einkum við töpin. Svo að, já, það sem annars myndi tapast í kaplinum, aflflutningsleiðurum. Og það spurning sko hvort að þið eruð að skrifa þetta niður eða hvort þið hafið tekið mynd af þessu með símanum og sett það inn í skýrsluna þannig að þið getið unnið það áfram. Það gott að reikna þessa skýrslu bara aftur í gegn. Og já, hérna er rauninni bara sýndar hérna tölur við útreikningin á hérna 2,87, já. Já. Spurning hvort það einhver smá villa í þessu. Sjá.
Já. Nei, það er svolítið. Já. Er þetta 2 PNM í ásaflinu? Já, Snúningshraði og vægi, já. já. Útreikningur á sem sagt ásafli mótorsins. Það er hérna 2 sinnum pi sinnum litla n sem er snúningshraðinn og sinnum stóra m sem er snúningsvægið. Við stilltum hann á 14 Newtonmetra og svo deilt með 60. Já. Og spurning hvort að við hérna, er þetta orðið komið hjá okkur eða viljið þið skrá eitthvað meira niður hjá okkur? Hvað segirðu Karl? Ertu búin að skrá allt hjá þér? Ragnar Karl, fyrirgefðu. Ég er rétt að klára. Já, láttu okkur vita þegar þú ert búinn. Ég tók bara mynd af þessu, það má halda áfram. Já, allt í fína. Heyrðu, þá hérna skulum við skoða þetta hérna áfram. Þá ég ætla að taka hérna þetta frá og núna reiknum við út launstrauminn sem að mótorinn tekur. Og straumurinn sem er til mótorsins, hann var hérna, hann er 8,83 ampere og það að því við höfum hérna hornið, fasvikið á mótornum, 35 gráður, þá tökum við sínusinn á horninu til þess að finna út launstraum mótorsins, sinnum heildarstraum að mótornum. Og við fáum að launstraum mótorsins er 5,06 ampere og ætli við getum fundið það út á hérna. Og núna ætlum við að finna út hérna næst launstrauminn frá spennugjafanum í stillingu 5 og færa mig hérna aðeins neðar og í stillingu 5 þá erum við með cosines phi, það er bara 1, þannig að fasvikið er 0 gráður. Þess vegna tökum við sínus af 0 gráðum og þá er við í rauninni bara með hérna 0 og þar af leiðandi er launstraumurinn 0 í stillingu 5 samkvæmt þessu. En já, þannig að þessi straumur hérna frá spennugjafanum sem við erum með hérna þessu, hann er hreinn raunstraumur, 7,18 ampere, bara raunstraumur. Af því að cos phi er 1 og stillingin er 5 á þéttunum
sem passar akkurat að þéttirinn gefur okkur sama straum og launstraumur mótorsins er. Ok, þið eru búin að skrá niður þetta 5,06 ampere og skrá niður þessa útreikninga hérna. Væntanlega, þið stoppið mig bara ef ég fer of hratt yfir. Þannig að hér er búið að skrifa svo 0 ampere fyrir þennan útreikning hérna. Þegar við tökum sínus af 0 gráðum, þá fáum við 0. Svo er bara 0 ampere, engin launstraumur þegar við erum með þéttana á stillingu 5. Og svo er spurt hérna, hvað er samhengið á milli þéttastraums, launstraums spennugjafa og launstraums mótors. Og það er verið að reyna að svara þessu hérna að er ég ekki að stækka þetta? Jú, svona. Að launstraumur mótorsins hann samanstendur af launstraumi spennugjafans og þétta straumnum. Það er rauninni, hann ætti að vera af raunstraumi spennugjafans og þétta straumnum, myndi ég svara þessu. Ég held að það er bara misskrifað sig hérna. Í spennugjafi laun er bara 0 ampere og í mótorlaun eru 5,06 ampere og IC, straumur sem þéttirinn tekur, er örlítið hærri 5,78 ampere. Sem sagt, þéttarnir þeir sjá mótornum fyrir öllum launstraumum. Það er reyndar örlítið meiri straumur sem að þéttirinn taka og þá í rauninni skila það sér tilbaka inn á töfluna eða út á netið. En já, ég áttaði mig ekki á því að hann var ekki að tala um heildarstraum mótorsins, heldur heildarlaunstraum mótorsins. Já, þannig að þetta er alveg hárrétt. Það var smá misskilningur hjá mér í upphafi. Að sem sagt, allur launstraumur mótorsins, hann samanstendur af launstraumi spennugjafans, ef hann er einhver, og þéttastraumnum. Ef að til dæmis þéttirinn myndi bara leiðrétta fasvikið að hluta til, þá fengjum við hluta af launstraumum frá netinu, frá spennugjafanum, og hinn hlutan frá þéttunum. En það er ekki í þessu tilfelli, hérna erum við með allan launstrauminn frá þéttunum. Og reyndar setjum við þéttana á eftir tökum á þéttana úr þríhyrningstengingu og setjum þéttana í stjörnutengingu. Stjörnutengjum sem sagt þéttana, það þýðir það að þeir taka þá minni straum. Þá sjáum við hvað gerist og þá fár tvær sem sagt mótorinn hluta af launstraumið aftur frá spennugjafanum því að þá leiðrétta þéttarnir fasvikið ekki algjörlega. Og hér er sagt í báðum stillingum var launstraumur mótorsins sinn sami, útskýra ástæðuna. Mótorinn hann breytist ekki neitt, þó við leiðréttum fasvikið í gaflinum. Mótorinn hann þarf alltaf sinn launstraum og það fer svolítið, örlítið eftir álaginu hversu mikill launstraumurinn er, en það er náttúrulega tiltölulega jafn launstraumur yfir allt álagssvið, eða allavega sjáum við það á launaflinu, það er mjög svipað yfir allt álagssviðið. En það sem þéttarnir gera er að sjá hluta þessa launstraums og þar með að minnka launstraum frá neti og í rauninni í þessari stillingu hérna, stillingu 5, að þá minnkaðir launstrauminn algjörlega frá neti að reyndar verður örlítill rýmdarstraumur tilbaka inn á netið. Hér er sagt að í báðum stillingum var fasvik mótorsins sama, útskýra ástæðuna. Mótorinn breytist ekki neitt, þessum launstraumur
mótorsins hinn sami í báðum stillingum, þá fasvikið náttúrulega líka sama í mótornum. Því það breytist ekki neitt. Og þá í rauninni bara spurningum að þið annarkvæmt takið mynd af þessu eða skrifið þetta niður. Ég að skrifa þannig að má bíða eins. Já, ok. Það búinn? Já, hljómandi, þá bara höldum við áfram. Takk fyrir það. Og næsta útreikningur á hlutfalli þéttastraums á stjörnutengingu og þrívíddartengingu á þéttunum, sem sagt. Núna eigum við að breyta tengingu þéttana, svo þeir voru í þrívíddartengingu eins og við sjáum hérna á myndinni. Hérna, við vorum í þrívíddartengingu, hérna á ská og hérna alveg frá enda í enda, hérna yfir. Að nú tækjum við allar þessar leiðir sem við sambandi og tengjum eingöngu saman hérna þessa enda hér. Þá eru þeir komnir í stjörnutengingu. Ok, og það sem að gerist við það að þeir taka minni straum. Af því að nú eru konum með lægri spennu yfir hvern og einn þétti. Og það sem við gerðum að það var að halda sama álagi á mótorinn og spennan var stillt þannig að mótormegin var spennan sett stillt á sama spennugildi. Hún lækkaði eitthvað niður í, við sjáum hérna, U2 niður í 216 volt. Já, 216 eða 217 volt. Og já, lið 1.1. Já, það var líklega það sem við vorum með 216 volt. Og þá mælum við þétta strauminn sem sagt 1,93 ampere, tæplega 2 ampere. Og síðan skráð fasviki í spennugjafinn. Nú það ekki lengur 1, sem sagt, já, raunaflsstuðullinn ekki lengur 1, heldur við reiknum þetta út að þetta 0,9 eða fasvikið hefur aukist upp í 25,8 gráður. Við reiknum út fasvikið. Hérna ætti að standa í rauninni mældu raunaflsstuðullinn við spennugjafinn, því að það raunaflsstuðullinn sem sýndur hérna. Og síðan spurning hér, nú meira fasvik við spennugjafann en í lið 1.1. Lið 1.1. Þetta á að vera eitthvað annað. En þetta ætti að vera í lið, allt saman útreikningur á launstraumi, ekki 1.2, þar sem að, já, útreikningur á fasviki í afturplánir. Nei, þetta allt saman í lið 1.1 sem við settum líka 5, stillingu 5. Þetta rétt. Bara rétt að tékka á því hvort þetta var rétt. Sem sagt,
meira fasvik við spennugjafann en í lið 1-1, það er rétt. Útskýr ástæðuna og það er vegna þess að straumur til þéttana er ekki lengur 5,1 ampere, heldur er dottið niður í rétt tæplega 2 ampere. Og núna þarf meiri launstraum frá neti að mótornum og það veldur meira fasviki. Þéttastraumurinn minni vegna þess að núna eru þéttarnir í stjörnu en voru áður í þríhyrning. Þannig að það má segja það að núna er þéttastraumurinn minni og þess vegna þarf meiri launstraum frá neti. Og þetta veldur þá meira fasviki við spennugjafann. Og við eigum að reikna síðan hlutfallið á milli þéttastraumsins í lið 1-1 og lið 1-4 sem er þessi liður hér, þetta er 1-4. Og það er þessi munur hérna, það er straumur þéttana í þríhyrningstengingu var 5,78 ampere og straumur þéttana í stjörnutengingu var 1,93 ampere og munurinn þarna eða hlutfallið þarna á milli er 3. Kemur ekki á óvart. Ég læs aðeins meira saman hérna. Svona. Og ég leyfi ykkur að skrifa þetta niður og þetta er bara lokinn á þessari skýrslu. Gerð. Já, það er ekkert meira. Og hérna miðað við skrifhraða Emils. Þú segir okkur til, Emil, þegar þú ert búinn að skrifa þetta niður. Ég er löngu búinn en kannski er einhver annar ennþá að skrifa þetta. Aha, þá bara sendum við þá spurningu út hvort að einhver annar eigi eftir að skrifa eitthvað meira í þessu. Ég er búinn. Já. Ég er líka búinn. Já, ok. Já, komið. Komið, já. Þannig að þá held ég megi bara að fara að segja þessari skýrslu lokið og bara byrja á næstu skýrslu og gefa ykkur tíma til þess að skipta yfir í næstu skýrslu. Þá þurfum við að fara í innuna og ég ætla að gera það líka bara þannig að gefum smá skiptitíma. Á milli þurfum að taka hérna næstu skýrslu sem er 3C. Við látum hana hlaðast inn á tölvuna og við þurfum að ræsa þá skýrslu. Og ég ætla að opna hana þá hérna. Og þá bara segið þið mér ef þið eru ekki tilbúinir með þá skýrslu. Ójafnt álag í þriggja-fasa kerfi. Tilbúinn? Já, allir tilbúinir. Eða öll tilbúin. Já. Tilbúin. Ok, já, ljómandi. Heyrðu, þá hérna erum við með æfingu þar sem að við erum að reyna að kanna hlutverk eiginlega 0 leiðisins í rafkerfum almennt þar sem við erum með þriggja-fasa kerfi og hlutverk 0 leiðisins er að leiða mismunastraum ef að við erum með ójafnt álag á milli fasa og ójafnt álag á milli fasa er mjög óheppilegt því að þá fáum við misháa spennu á milli fasa.
með 400 volt, sem sagt 400 volta kerfi og við höfum ójafnt álag og enga núlltaug, að þá getum við lent í því að vera með spennu sem að er alltaf há á einum fasa þar sem er lítið álag og aðeins of lág spenna á öðrum fösum á móti. Það er það sem við erum að kanna í þessari skýrslu. Og þá eru teknar 3 perur og í þessu verkefni þá voru 3 100 watta ljósaperur notaðar og við byrjum á því að skrá niður sem sagt mælingar fyrir milli aðstæðar spennuna á milli fasa, heildarspennan hérna. Hún var nú tiltölulega jöfn, þó ekki alveg. Og síðan var fasaspennan mæld á hverjum fasa sem sagt á móti núllinu. En þarna eru allar perurnar jafn stórar og það er mjög lítill mun, býttu nú við, nú samt talsverður munur hérna, býttu af hverju svona mikill munur hérna. Það er 226, 231 og 237 volt. Já, það er samt talsverður munur á milli þessara spenna. En allar perurnar eru mjög svipaðar að stærð. Við fáum líka svona svipaðan straum, 0,428 ampere í fasa 1, 0,425 ampere í fasa 2 og 0,441 ampere í fasa 3. Það sem að er mesta straumálagi, það er greinilega lægsta spennan hérna, 226. Ástæðan fyrir þessu er náttúrulega sú að við erum ekki með jafna spennu yfir hvern fasa af því að núlli er ótengt hérna. Það er bara, er ekki í sambandi við núlli í töflu eða núlli sem sagt þá í spenninum, í spennistöðinni. Og þar af leiðandi þá er munur á þessu núlli hérna sem er tengt við perurnar, allar perurnar tengdar saman öðrum megin, það köllum við núll við perurnar og núllsins í töflunni sem er í rauninni núllið á spenninu, í spennustöðinni. Perurnar eru ekki alveg jafnstórar og spennan er ekki alveg nákvæmlega jöfn á fösunum. Þannig að þá fáum við 6,4 volta mun á spennunni við perurnar og hérna núllsins í töflunni. Þannig að við tengjum hérna mæli milli. Og þá er bara spurning hvort að þið hérna bætið þessu inn, þessum mælingum. Já, ég ætla að sjá hvort ég væri með hérna aðeins að útskýra hvað var verið að gera hérna, sem sagt á spennumælir. Já, það er þetta inn í þetta. Svona, og það er rosalega fljótur að teikna hérna smávegis. Það er ekki hægt að hafa þetta nema með að vera með meira bróðið á beint, sko. Svona, og
Taka þetta út svona. Sem sagt, þá ætlum ég að skrifa niður mælinguna hér, 6,4 volt. Ég veit ekki alveg hvað ég var að gera. Og þá tökum við Ctrl+A, Ctrl+V. Og þá ætlum ég að setja inn hérna þessa mynd, staðar hér. Og setja hérna fljótandi og færa hana aðeins hérna minkana aðeins niður. Ég var sem sagt að sýna mælingu á spenni við núllið í töflunni og núllið á perunum. Svona. Þegar þetta er mælingin hérna 6,4 volt. Hún er hérna. Voruð þið nokkuð í vafa hvar þið fengið þessa spennu? Það er ekki ljóst alveg frá upphafi. Þetta þegar er ekki tengt hérna neitt vír hérna við ampermælinn eða inn á núllið á perunum og núllið í töflunni að þegar þessu er sleppt þá náttúrulega fer eftir í hvað stórar perurnar eru, hversu hérna mikill munur verður á spennunum. En það eru tiltölulega jafn stórar þessar perur. Við sjáum straumurinn tiltölulega jafn, 0,4 ampere alls staðar hérna, með smá mun. Og það eru allar 100 watt, en samt kannski nokkura watta munar á milli þeirra, peruna. Ok, eru allir búin að skrá niður mælingarnar? Já, Ég allavega. Já, kannski búin að taka mynd af þessari skýringamynd sem ég var að skella upp í Paint. Gef ykkur aðeins tími í það. Það er allt í lagi að fá þetta bara með í skýrsluna, sko. Það er svona skýrir aðeins betur hvað við vorum að gera. Af því að þið getið ekki öll gert þetta í mælingu á staðnum. Ok, allir búin að taka mynd. Má ég halda áfram? Já, mín vegna. Einhver segir nei, enginn segir nei. Þá megum við halda áfram. Það sem að ég gerist næst er að við erum að svara spurningu. Ok, er þetta nógu stórt eða? Af hverju kemur svona blá flötur hérna bak? Þetta er svo leiðilegt. Sjáu þið þetta nógu vel? Hérna? Get ég eitthvað? Nei, ég get ekki stjórnað þessu. Þetta er allt saman læst. Sést alveg ágætlega, sko. Þetta sést? Já, ok. Þá ætlum ég ekki að gera þetta bara. Það er eins og að segja hvað stendur hérna. Hvers vegna er spennan í 0-punktinum ekki 0 volt? Spennan milli N í töflu og stjörnutengingar á perunum er ekki 0 volt vegna þess að perurnar eru ekki nákvæmlega jafn stórar í afli. Það er taka örlítið mismunandi straum og þess vegna skekkist spennan í stjörnutengingunni við álagið örlítið. Ef allar perurnar væru hníf jafn stórar, væri engin spennumunur þar á milli. Auk þess skiptir máli að spennan á netinu sé svo sama á öllum fösum. En sú spenna var ekki jafn há. Því fór sem fór. Þetta er nú ekki mikill munur og ekki nema bara 6,4 volt spennumunur á milli 0-sins á perunum og 0-sins í töflunni. Hérna ertu að skrifa þetta niður, Emil? Já, ég er búinn. Þú ert búinn að skrifa þetta niður? Okay. Ég á smá eftir ef þú myndir nenni að bíða. Já, ég nenni að bíða.
Ég er búinn. Ljómandi. Þá held ég að við bara höldum áfram með þetta og þá bara kvartar einhver ef að eitthvað hefur verið eftir. Það sem við gerum núna næst, það er rauninni að við tengjum 0 línuna. Ég klikkaði að hafa hann ekki bláa, ég hefði þetta geta gert það. Ok, en þið vitið að 0 er alltaf blátt, tengt, liturinn á 0 er blár. Og núna hérna mælum við þetta allt saman og þá sjáum við hér að já, það er smá munur á milli svona í heildarspennunni 402,5, 403,5 og akkurat 400 volt og hins vegar já, þetta ætti nú að vilja vera alveg sama spennan. Af hverju er hérna 228,2 volt og fasa 1. Þetta er eitthvað skrítið. Sjáum, já, og hérna er, jú, það getur verið náttúrulega vegna þess að spennan er ekki alveg jöfn á netinu. 402,5 og 403,5. Þannig að hún er tæplega 230 hér, hún er örlítið meira en 230 á fasa 3 og á fasa 2 er hún hæst. Það sést líka á þessu að hér er meiri spenna milli 2 og 3. En sýnist nú að já, sko heildarstraumurinn, fasastraumurinn, meina ég. Fasastraumurinn sama heildarstraumur í stjörnutengingunni. Þannig að fasastraumurinn, hann er eiginlega alveg í samræmi við þá stærðina á perunum. Það er örlítið munur á stærðum perunum, en hérna hefur sennilega spennan meiri áhrif. Hérna er mesti straumurinn við hæstu spennuna hérna. Og nú náttúrulega þegar við tengjum síðan 0 í töflunni við 0 á perunum og gegnum straumæli, að þá mælum við engan spennumun á milli þessara staða því við erum búin að tengja þarna beint gegnum straumæli. Straumælinn er líka mjög lítið viðnám, þannig að við fáum 0 volta spennu þar á milli, að sjálfsögðu. Og það er náttúrulega bara almennt vitað sem á ensku útleggst common sense, er það ekki? En hérna, það verður örlítill mismunarstraumur sem að mælist í þessum straumæli hérna. Og við mælum sem sagt 0 strauminn 0,027 ampere eða 27 milliampere. Og hver skyldi nú vera ástæðan? Jú, það er náttúrulega sömu ástæður og áður að perurnar eru ekki alveg nógu nákvæmlega jafnstórar og að það er aðeins munur á spennunu milli aðalfasana hérna. Það er aðeins munur á milli spennuna hér. Heildarspennan er mismunandi. Já, eru þið búin að ná hérna, eru öll búin að ná hérna mælingunum? Já. Ekki alveg. Ekki alveg, ok. Ég held að við erum ennþá á sömu mælingum áðan, þess vegna var ég ekki byrjar að skrifa. Þessi var góður. Alltaf skemmtilega. Komun svona skemmtilega á óvart. Það lítið stíðin í 2 sekundur og maður er komin bara langt eftir á. Já. En ert þú að skrifa þetta, Emil? Ég opnaði bara verkefnið sem við vorum búnir að gera þetta.
Ég finn ekki það verkefni þannig að ég bara skrifið þetta upp svo ég bara miða við og skoða bæði og Já, allt í lagi. Rétt Endilega bara skrifa þetta niður, ekkert mál. Halli, erum við ekki með allt rétt í þessu? Þetta með þess að það minni munur á milli spennana hjá okkur, sko. Já. Það hefur verið óeðlilegt ástand þegar að hann gerði þessa mælingu á sínum tíma. Svo að það ósköp eðlilegt að það væntanlega öflugri spennar í dag heldur en fyrir kannski 4 árum eða hvenær sem þetta var gert. En getur það ekki líka verið að sé mismunandi fasvik á fösum, sko, það væri meiri launströmmur á einhverjum öðrum fasa en hinum? Jú, og þess vegna verði mismunandi spennufall á stöðum að milli staða og það getur haft áhrif á spennuna á fösunum. Jú, það alveg hárrétt. Það getur haft áhrif. En náttúrulega í þessari æfingu náttúrulega vitið að þetta allt saman raunálag, þannig að sko þetta álag hérna per se hefur ekki áhrif á það því að það engin launstraumur á ferðinni hérna, skilur. Það ekki þetta álag sem hefur áhrif á það. Það getur verið einhvers staðar annars staðar í kerfinu, skilur. Bara það að ef þetta hefur verið tekið kannski hádegið, það getur verið að í húsunum hérna hinum megin, þá hefur bara verið eldavélin á fullu að bara sjóða kartöflur eða fisk og það getur valdið smá mun á fasaspennu, sko, eða á heildarspennu líka. Það getur haft áhrif. Emil, ertu búinn að skrifa þetta núna? Já, ég er búinn. Flottur, já. Þá skulum við bara halda áfram. Og þá bara verið að svara þessu að öllum líkindum núllstraumurinn lítill sem engin og það lítill munur á aflstærðum perana sem aðeins að stækka þetta upp og það kemur fram í núllstraumur sem mælist bara örfá milliampere. Auðvitað getur munur líka verið út af spennumun á aðalspennunni. Og þið væntanlega skrifið þetta niður eða takið mynd af þessu svari. Já. Ég held að ég megi halda áfram, eða ekki bara? Ok. Bara skrolla aðeins niður og sést í það sem næst líka. Já, það aðeins að minnka þetta örlítið. Já, svona. Komið. Já, komandi og svo spurning breyttist spennan á milli fasa eða einhver fasaspennan við að tengja núllið? Jó, hún lagaðist aðeins, hún varð jafnari í öllum fösum og þegar núllin tengjast saman, núllin á perunum og núllið í töflunni, þá jöfnum við spennuna á álaginu eða yfir þessa 3 mismunandi fasa. Fasaspennan á álaginu verður mun jafnari eða verður svo sama og yfir viðkomandi fasaspennu á álaginu. Já, þetta var góð setning. Það komið hjá mér. Já. Ok. Þetta svolítið skemmtileg setning sem fer í hring. Að fasaspennan á álaginu verður svo sama og
yfir viðkomandi fasaspennu á álaginu. Þetta er líklega, hefur hann verið að meina eitthvað annað? Ég er búinn. Já, ég hugsa að hann hefur kannski verið að meina að fasaspennan sem sagt á álaginu verður svo sama og var fasaspennan á töflunni. Ég myndi segja það viðkomandi fasaspennu við töfluna myndi ég halda að hann hefði meint hérna. Einhvern annan hátt við töfluna. Ég held að hann meini þetta. Svona eftir á að hyggja. Ok, síðan er meiningin að skipta út einni 100 watta peru fyrir 60 watta ljósaperu. Og tengja þetta aftur upp. Og það er allir búin að laga þetta sem að ég var að breyta. Í staðan fyrir á álaginu að það segir bara við töfluna, þannig að þetta verður sama fasaspenna á álaginu og verður svo sama yfir viðkomandi fasaspenna við töfluna. Ég held að það sé réttara að segja þetta svoleiðis. En ok, ójafnt álag án núlltengingar. Og þá tökum við bara í fasa 1, L1, þá tökum við út 100 watta peruna og setjum 60 watta peru í staðinn. Við það dettur straumurinn úr 0,4 niður í 0,2 ampere. Það erum aðeins hérna niður, sjáum kannski aðeins meiri mælingar. Sjáum þetta svona. Sjáum þið allar mælingarna hérna hægra megin? Já. Ok, gott. Það er sama spenna hérna á milli fasana, milli L1 og L2 og svo framvegis. En já, og nú er núlltengingin, hún er tekin úr sambandi hérna. Þetta er án núlltengingar, svo að hérna verður talsvert mikill munur á spennunni í töflu og spennunni á núllinu hérna, já, við perunar. Og ég þarf eiginlega bara að færa þessa hérna aðeins ofar og fá hérna myndina líka inn á þetta. Það varstu komin. Svona, ég ætla aðeins að á, ok, nú hitt ekki. Svona. Sé. Ég ætla að skella þessu hérna. Paste. Ok, þið sjáu þetta eftir smá stund. Svona. Ég ætla líka að henda þessu hérna. Svona. Svona, þá sjáum við sem sagt að spennan sem er mæld þá þegar að núllið á perunni er frátengt hérna, þá sýnir mælirinn okkur ekki, nei, ekki 6,4 volt. Hvað er í gangi hérna? Sjá, af hverju sagði mér þetta ekki strax? Ég þarf að laga þetta. Sjá, þetta verður fjörutíu-átta volt. Sem 48 volt. Svona, ok. Ctrl-A, Ctrl-C. Og þegar ég hingað, ætli ég geti skipt þessu út. Nei, ég get það ekki. Ég hendi þessari, minka þessa. Já. Sjá, svona. Það er hana
Svona, loksins, komið þið rétt. 48 volt núna. Milli 0-punktsins á spennunum og, nei, 0-punktsins á perunum ætla ég að segja og hinn endinn á spennumælinu fer í 0 í töflunni. Og þarna er miklu meiri munur á spennugildi vegna þess að við erum með ójafnt álag. Og þá fáum við hérna 276 volt yfir 68 peruna, tekur 0,27 ampere. Og hvaða sjónvarp myndi þola þetta ef þetta væru 3 mismunandi íbúðir eða 3 mismunandi hús sem að fengju einfasa spennu inn til sín? Hérna myndi, í þessu húsi hérna, þar sem væri með 276 volta spennu, hérna myndi tölvan springa í loft upp, sjónvarpið fríka út og alls konar rafmagntæki springa og kvikna í kannski í einhverju, allt og há spenna, stórhættulegt. Og spennugjafar í tölvum, þeir myndu bara, þéttar myndu springa við þetta og allt fari í tóma vitleysu. En hérna myndi nú væntanlega ekki mikið gerast, 220 volt hérna í þessu húsi hér og hér væri 206 volt, það væri hérna frekar lág spenna sem í einhverjum tilfellum myndi þá hafa áhrif á tæki. Það myndi ekki virka nógu vel. Rafmagnshellur myndi ekki hitna eins mikið og svo framvegis. En þið sjáu hvað gríðarlega mikið atriði að út frá þessum mun sem við sjáum hérna að hafa 0-taugina tengda, eða að hafa spennujöfnunina í lagi. Hérna getum við lent í stórtjóni ef að 0-ið myndi detta úr sambandi. Og þess vegna er kannski meira, eða var kannski hérna áður fyrr meira það að spennarnir eftir að við spennusins þeir voru bara þrýtnistengdir og það er engin hætta á að þetta gerðist. En þetta sýnir okkur fram á hættuna ef að 0-ið aftengist einhver hluta vegna. Jæja, hvernig gengur að skrifa þetta upp? Svo kannski allt í lagi að þið eigið hérna skýringamyndina af þessu hérna með þessari spennu sem við getið þá sett inn á skýrsluna hjá okkur. Gott að eiga þetta líka á mynd. Þetta gengur flott, ef við ekki kíkja á textan. Já, kíkja á textan. Ok, hérna þá förum við aðeins neðar hérna og sjá. Hérna. Já, þá ættu að slökkva á rásinni og þá kemur hérna þetta að við höfum að útskýra hvers vegna spennuföllin eru eins og við mældum. 60 watt peran fær yfir sig hæstu spennuna og tekur minnsta strauminn. 100 watt perurnar mælast með álíka spennu þó fær 100 watt peran sem tekur mestan straum lægstu spennuna því að 0-ið hefur skekkst vegna ójafns álags. Já, þetta ætti að vera tiltölulega til fyrir miðju. Og síðan útskýra hvers vegna fasastraumarnir eru þeir sem við meldum. Og skýring á mismunandi fasastraum er mismunandi afl perana og minnsta peran í vöttum tekur minnsta strauminn, stærsta peran í afli tekur mesta strauminn. Svo náttúrulega hefur líka, eða spennan hefur líka aðeins áhrif á straumana.
Já. Þá er spurning hvernig gengur að skrifa þetta, ef ykkur er að skrifa. Já, ég er að skrifa þá. Já, ég er búinn. Já, Haraldur er ennþá að skrifa. Þetta er komið hjá mér. Ok, við sjáum hvort við, ég má þá fletta hérna neðar að við getum hérna tekið næstu mælingar og þá er það ójafnt álag með núlltengingu. Sjáum þetta hérna, það er engar, já það eru mælingar hérna fyrir neðan líka. Aðeins að minnka þetta að sjá hvort ég næði þessu á sömu blaðsíðu, þó ekki víst. Ekki nema ég færi þetta alveg niður á eina síðu. Næstu síðu. Það er þá orðið svona. Svona, ég held að þetta sé þá, nú er núllið tengt og það er ájafnt álag. En við höfum miklu jafnari spennu, 228, 284, 232 og straumarnir eru inni bara eins og samkvæmt afli perana. Nú getum við skráð þetta niður. Ástæðan fyrir þetta var svona slæmt áðan var að þú varst með 48 volt í 0 punkt, það ekki? Á það ekki alltaf að vera 0? Já, ég datt aðeins út. Hvað varst að segja, Ragnar Karl? 0 punktur, þannig að það 0 tengingi var fjarlægð. Er það ekki, á það ekki að vera 0, er það ekki óskildið? Sko, þegar við erum búin að tengja saman núllið í töflunni við núllið á perunum, þá er engin spennu munur á milli staða. Þá er 0.0 volt. Ertu ekki að spyrja það, Ragnar? Jú, akkurat. Þess vegna er 0 volt að spenna. En straumurinn mælist, mismunarstraumurinn mælist náttúrulega miklu meiri núna vegna þess að nú er mismunandi stór álög í þessari tengingu hérna. Að fasi 1 hann er með minnsta aflið og þá fáum við mismunarstrauminn, eða sem sagt, þá fer ekki sami straumurinn alla fasana hérna og mismunarstraumurinn hann fer í 0 leiðinum sem við stundum kallar miðleiðir. Þá eftir því sem að álagið er ójafnara á fösunum, þá fáum við meiri straum í 0 leiðin. Því að hann verður að flytja mismunarstrauminn fyrir viðkomandi álag, sko. En ef að þessar perur væru hérna þríningstengdar og það er náttúrulega engin 0 punktur eða þannig. Verður þá svona ójafnt milli fasa eða það er ekki hægt að spennu hérna
náttúrulega með því að tengja 0. Eða... Já, það er alveg rétt að það getur orðið aðeins mismunandi spennur á milli fasa, já, og þess vegna í svona litlum kerfum þá reynir maður alltaf að færa eða að tengja upp þannig að samtíma álagi verði svona sem jafnast á fasa. Ég hef lent í því að vera með rafala og hann er kannski bara 10 kW rafali, sko, og ég þarf þá að passa mig upp að tengja í töflunum álagið á milli fasana. Þetta er allt saman rafalinn er þríhyrningstengdur, ekkert 0, bara 3230 volt, eitthvað svoleiðis. Og þá þarf maður ekki að setja alla rafmagnsofnana á milli L1 og L2 til dæmis, skiljiði. Það er að dreifa þessu á milli þeirra. Milli L1 og L2, L1 og L3 og L2 og L3. Það skiptir máli, sko, þegar þið með lítil rafkerfi að dreifa álagin á milli fasana, að dreifa álagin á fasana. Og þannig að það getur skapast vandamál við það að hafa ójafnt álag á fösum. Það er alveg hárrétt. Því að spennustýringin, hún náttúrulega miðar þá við eitthvað meðaltala af spennunni eða hæstu spennuna. Og þá getur hæsta spennan kannski aldrei orðið, já, þú getur auðvitað haft áhrif af það með því að stjórna spennin út á rafalanum. En er þá heppilegra að vera með eins og stjörnutengdan til þess að geta verið með þennan 0 punkt eða? Já, það er nú yfirleitt heppilegra vegna þess að þá getur verið með hærri spennu til 3 fasa notenda, til dæmis 400 volta spennu, mjög algengt, og svo einfasa notendurnir á 230 volt. Já. Og þá ertu með minni straum í kerfinu, sko, til 3 fasa notendana. Já. Já, það er eiginlega hugsunin. En ef þetta er einhver mjög lítil rafkerfi, kannski eins og upp í sumarbústað eða eitthvað, þá er alveg eins gott verið að vera kannski bara með þríhyrningstengdan rafala, sko, ef þú ert með lítinn rafala. Já. Og það er til að vera með þríhyrningstengdan og bara reyna að jafna álaginn á milli fasana. Já. Akkurat. En hérna fáum við heilmikinn núlstraum í þetta og nú eru örugglega búin að skrifa upp alla þessar mælingar. Það við förum í að skrá niður hérna einhver svör. Sem sagt 192 milliampere, þið eru öll búin að ná því og við höfum útskýra hvers vegna spennuföllin eru þau sem við mældum hérna. Nú er fasaspennan miklu jafnari og eins jöfn eins og hún getur orðið en munurinn er vegna spennumunar aðalega á aðalspennunni. Og nú er búið að spennu jafna núllið á álaginu við núllið við núlltenginguna í töflunni, þess vegna er 0 volt spenna á milli þessara staða. Og spennan er miklu jafnari, fasaspennan er miklu jafnari. Og í hinum hérna útskýra hvers vegna fasastraumarnir eru þeir sem við mældum og núna eru í rauninni fasastraumarnir í samræmi við aflið á perunum. Að minnsta peran sem er 60 watt tekur eðlilega minnsta strauminn við, tiltölulega rétta spennu. Hún er ekki lengur 270 volt, hún komið í nálægt 230 voltum. Og stærsta peran tekur eðlilega straum við rétta spennu og fasaspennan er nánast svo sama á öllum fösum og þess vegna mælum við eðlilega fasastrauma í samræmi við álag. Leyfum ykkur að skrifa þetta aðeins við. Já, ég þarf að... Já, þetta sleppur. Ok.
Jæja, hvernig gengur að skrifa þetta niður? Bara vel. Haraldur, ert þú ennþá að skrifa? Ég búinn. Haraldur búinn. Þá hlýtur Emil að vera búinn. Nei, ég nefnilega ekki búinn. Ok. Ég skal gefa aðeins lengur. Er það síðasta spurning? Nei, þetta ekki síðasta svarið. Það fer nefnilega heilmikið nám fram við það að maður lærir heilmikið að því að skrifa niður hlutina. Þess vegna er mikilvægt að gefa sér tíma í það. Já. Ég búinn. Já. Þá held ég að séu nú flestir búnir að ná þessu, það ekki? Ég held áfram nema einhver mótmæli. Sjá. Já, það sem við eigum eftir að gera í þessu, það er að skoða hvernig við getum reynt að útbúa myndræna líkingu svona með vektoramynd. Og þetta er svona hugsað þannig að það eru hérna 120 gráður á milli fasa og ef við setjum upp hérna straumana og með þeim stærðum, þeim lengdum á þessum vektorum að þá ættum við að fá þetta svona út. Við skráum sem sagt, hérna erum við að reyna að sýna þegar við erum með ójafnt álag og núlltaugin er sem sagt tengd í núllið í töflu og við erum með hérna mismunandi strauma aðeins í 100 wattaperunum, það er örlítill munur, en straumur sem sagt í fasa 1, 60 wattaperunni er minnstur þar, 0,246 ampere og hins vegar sem sagt er gott að skoða strax í samhengi við þetta formúlu sem við notum til að reikna út núllstraum. En það hefur verið kannski sniðugt að við getum tekið hreinlega mynd af þessu hérna, vektoramynd. Og ég kem náttúrulega aftur með hana á eftir. Þeir eru búin að skoða þetta betur. Og það er svolítið erfitt að reikna þetta eða finna út núllstrauminn eftir vektoramyndin. Hún er það það er alltaf erfitt þegar maður teiknar þetta svona. En formúlan sem við getum reiknað út núllstrauminn er hér og það er þá tekin sem sagt 60
það er tekið kosinus af 60 gráðum og margfaldað sinnum straumurinn í fasanum. Þetta eru þessi tveir fasar sem að eru með 100 wattaperunni, I2 og I3. Og þeir eru lagðir saman. Og síðan, það getur hugsað sér þetta er 120 gráður hérna á milli, en 60 gráður er þá hérna frá hingað. Og ef að þessi tveir fasar væri lagðir saman og síðan væri dreginn allur straumurinn í fasa 1, þá ættum við að fá út 0 ampere ef að straumurinn var jafn í öllum fösunum. En hérna er smá munur og við tökum sem sagt á þessa tvo strauma, I2 og I3, margfaldum sinnum 60 gráður, sinnum kosinus af 60 gráðum, segja. Og svo draugum við strauminn í fasa 1 frá og fáum það út að núllstraumurinn út úr þessari formúlu er 188,5 milliampere. Það sem að við mældum var það ekki 190 milliampere, við skulum sjá hvað mældum við. Það er að finna út 192 milliampere, já. Við mældum 192 milliampere. Þetta er, já. Og ef maður reynir að mæla þetta með reglustiku, það er möguleiki að það sé hægt að finna út að það sé 190 milliampere. En það er alltaf erfitt að gera þetta svona í höndunum. Skekkjurnar verða alltaf meiri heldur en ef maður getur reiknað út svona. Mældu straumurinn var 192 milliampere. Nú er bara spurningum að við skrifum upp þessa formúlu, setjum svo inn í formúluna. Skrifa fyrst upp hvernig formúlan lítur út. I0, núllstraumurinn er saman sem I2 sinnum kosinus af 60 gráðum pluss I3 sinnum kosinus af 60 gráðum og svo mínus allur straumurinn í fasa 1. Allur fasastraumurinn þar. Svo hefur búið að setja inn tölurnar inn í þetta og draga strauminn í fasa 1 frá allan og þá fáum við mismunað strauminn. Allir búin að skrifa þetta upp, haldið þið? Já. Ég er alveg ábúin að... Já? Sagði eitthvað nei? Mér heyrðist það. Nei. Ragnar, þú ert búinn? Já. Flott. Ok. Skoða þetta aðeins fyrir neðan. Já, þetta er sama. Já. Kemur þessi mismunur heim og saman við núllstrauminn sem við mældum? Já. Við mældum 192 milliampere og á myndinni eru vektornir sýndir en þetta er ekki kannski allt saman sýnt í vektormyndinni. Það mæla mismuninn á F1 og samanlögðum rauðu vektorunum en miðstöðan ætti að vera svipuð og útreiknaða stærðin eða svo við reyndum að sjá út og verið 190 milliampere en mismunurinn í rauninni í þessu væri teikni skekkja og en annars liggur munurinn í skekkju í mælitækjum.
þessi upptaka verður lengri heldur en 2 klukkutíma en ég vona að álagið hafi ekki verið það mikið að myndin sé í hættu. Það komið hérna. Já, það er flott. Hérna Haraldur, ert þú búinn að skrifa? Ég er búinn. Já, flott. Þá gerum við svona ráð fyrir allir séu komnir með þetta. Er það ekki Ragnar? Ég kom með þetta. Já, flott. Ok. Heyri, þá hérna skulum við segja það gott. Ég held að þetta í rauninni bara er svona aðeins frekari útskýringa á þessu. Reynt að sýna eitthvað aðeins meira en það er þó ekkert, ef þetta væri alveg nákvæmlega sami straumur sko, þá væri við með 0 í þessum útreikningum ef það væri jafn straumur í öllum fösum. Ég geti prófað að setja það inn í þessa formúlu, sama strauminn alls staðar. Og já, það er reyndar sett fram í þessu sýnidæmi hérna. Að ef við værum með alla fasastraumana 100 milliampere, þá myndum við reikna út að það væri engin mismunar straumur. Þannig að straumurinn í núlltauginni væri bara 0 milliampere. Og þannig að þetta er bara síðan endurtekning á því sem við höfum verið með, sem við erum búin að fara í gegnum. Núlltauin sem mældur bara 192 milliampere en við fengum hérna núllstrauminn út frá formúlunni 188,5 milliampere. Þá held ég að við sko þetta stóð í skýrslunni, er það ekki? Var þetta ekki allt saman komið með? Eða hvað? Nei, það er ekki víst. Það var bara sýnidæmið, það var... Já, það er annað neðst niðri. Já, en viljið þið þá skrifa kannski bara þetta upp? En þetta er bara það sama, er það ekki? 422, 447, þetta er ekki bara copy-paste. Já, er þetta bara copy-paste? Hérna séu dæmi fyrir ofan þetta, hvað er það? Annars sem kemur í og í aft og varstu með einhverjum útreikninga þar? Já. Það er bara þessi. Þetta er hérna á mynda. Já, þið voru ekki komið með þetta. Já, því að þið áttu að reikna þetta sjálf, þetta var ekki sýnidæmi. Já, fattaði það ekki. Við erum að gera ráð fyrir að sé 100 milliampere í öllum fösum. Og þá er náttúrulega engin mismunar. Við erum bara að sjá það fyrir okkur að formúlan hún virkar rétt. Er nokkur að skrifa þetta upp ennþá eða? Þetta er komið. Komið hjá Ragnari, já. Komið á mér líka. Getur þú skrolla aðeins niður þá er þetta komið hjá hans? Já, svona. Komið. Ok, komið hjá Hafsteini líka. Já. Já, ok. Heyrðu, þá segjum við að þessi skýrsla sé klár og ef ekki klikkar vonandi að er þá upptakan í lagi og hérna þá skulum við fara á síðustu, þá náið þið í síðustu skýrsluna sem er 3D. Sjá 3D, það er þá hérna úr mælingaverkefnum 3 hérna.
3D. Náðu í hana. Hlaða henni niður. Sigurður, smá pæling. Já. Við erum allan á nokkri hérna fyrir prófa allan eftir 40 mínútur. Heldur við náum því að... Við fara aðeins hraðar yfir þetta. Já, við náum prófum. Akkúrat. Verkefni 3D. Hérna erum við með einfasa mótor og við erum tiltölulega fljótir að fara yfir þetta eða fljót. Við höfum sem sagt, við tökum mælingar á þessum einfasa mótor. Við erum með hjálpavafið, það er með stærra viðnámi. Aðalvafið er með aðeins minna viðnámi og við tengjum það við spennugjafa, stillum spennugjafann á 20 volt og hérna eru mælingarnar. Spennan 20,1 volt á þetta vera. Síðan er aflið í vöttum, hérna er volt. Og 12 vött í aðalvafið og straumurinn í aðalvafinu er 0,88 ampere. Það er tekið sem sagt fyrst aðalvafið. Þetta er alltaf hjá mér en ég fekk 13 vött, er það eitthvað óeðlilegt? Nei, það munur engu. 12 vött, 13 vött, skiptir ekki neinu máli. Alveg það sama. Og straumurinn svipaður eða ekki? Jú, allt annað eins. Já, þetta er. Ok, þið er búin að skrifa niður þessar mælingar. Já. Já, ljómandi, þá ætlum ég að halda áfram. Þá er það næst að við tökum hjálparvafið, tengjum það við aflmælinn og fáum spennu, straum og afl. Og það er 20,1 volt, segi ég, 6 vött og 0,49 ampere. Straumurinn í hjálpavafinu, hann er minni, það er meira raunviðnám líka í því. Minni straumur hana. Og minna afl. Og síðan þurfum við að reikna fasvikið en við byrjum á því að finna raunviðnámið eða að reikna út raunviðnám vafana út frá aflmælingunni. Þetta er það sem við erum að gera í þessum áfanga mikið, að finna raunverulegt raunviðnám út frá aflmælingu. Og reiknum raunviðnám aðalvafsins 15,5 ohm og af því að þar vorum við með 12 vött á móti 0,88 ampere straum í örveldi og í hjálpavafinu þá erum við með miklu meira viðnám. Það er raunviðnámið þar er 25 ohm. Þar voru bara með 6 vött og 0,49 ampere í örveldi. Þannig finnum við út sem sagt straumin, notum við straum, eða sem sagt finnum út raunviðnámið með því að deila með strauminum í örveldi. Ok. Eru allir komin með þetta? Já. Já, Ragnar er komin með það. Og Emil, ert þú komið með þetta? Jú. Ok, ljómandi. Ég er líka komið með það. Já, Hafsteinn komið með það. Og Haraldur. Já, þetta er það. Haraldur, megum við halda áfram? Já. Já, ljómandi. Heyrðu,
þá förum við í það að reikna sýndarviðnám vafana. Það sem sagt spennadeild með straum, spennan í aðalvafinu, þegar við erum með 20 volt og deilum með straumnum 0,8 og sama spenna í hjálpavafið og deilum með minni straum 0,49. Og viðnámið, sýndarviðnámið í aðalvafinu er 22,8 ohm og sýndarviðnámið í hjálpavafinu 41 ohm. Aðeins stækka þetta upp. Aðeins skárra svona. Sjá þetta betur svona. Sýndarviðnám komið? Já, það er komið. Ok, noter. Og Haraldur, ertu komið með þetta líka? Já. Já. Þá held ég að við megum halda áfram. Er það ekki, Emil? Jú. Flott er. Ok. Þá eigum við að reikna hérna út fasvík vafana. Það við notum þá Þetta var óvart. raunviðnámið deilt með sýndarviðnámið, kósví. Raunstuðulinn og síðan finnum við fasvíkið. Og það er mjög lítill munur. Við erum ekki með neitt þétti núna. Þá er lítill munur á milli fasvíksins í aðalvafi og fasvíksins í hjálpavafinu. Það ættum að geta að sé það hérna. Já, það er bara 5,2 gráður. Þá er spurning hvernig ykkur gengur að skrifa þetta niður. Þetta er komið hjá okkur. Já. En hjá þér, Haraldur, ertu búinn? Já. Og þá þú væntanlega búinn, Emil. Já. Ljómandi. Heyrðu, þá höldum við áfram og við erum búin að finna út að sjá á þessari mynd hérna. Nú þurfum við bara að taka símann hjá okkur og taka mynd af vektormyndinni. Ég held ég nái henni ekki stærri. Sko, fyrir hlutin er raunni að sem sagt þessi hér, þegar við erum með hjálpavafið eitt og sér og aðalvafið eins og það er alltaf.
og það er 47,2 gráður 2 gráður fasvik í aðalvæðinu og 54 gráður rúmar í hjálpavæðinu. Það er mjög lítill munur hérna á milli, fasvikið er mjög lítið á milli straumsins í aðalvæð og straumsins í hjálpavæð. Hérna er bara sýndarviðnámið, þetta er setan fyrir sitt hvort og þá sjáum við bara fasvikið þannig, en sama myndi gilda fyrir strauminn. Þess vegna er mótorinn mjög máttlaus við þessi skilyrði hérna, þegar við erum ekki með neitt þétti. Þá getum við í rauninni snúanum í gangi sitt hvort áttina. En þegar við... Svo ég ná að taka mynd af þessu? Taka alla myndina af þessu, sko fyrir hlutin er rauninni bara efri hlutin af þessu, þegar án þéttis. En með þétti, þá er staðan svona. Það er að reyna að taka þetta svona og ég held ég ná þessu svona. Það ekki. Ja, það er það. Það er nokkuð eftir að zooma smá út hjá þér, þannig að ég maður sjá þetta allt. Jú. Nær ekki að sjá þetta svona, þá? Nei, ég sé bara efri hlutan. Bara efri hlutan? Ha? Já, herri. Nei, já, fyrir ekki. Ég er stíka hérna með, hann að fóra það. Núna er komið, ekki. Ég var með opið á snippingtúl allan tíman og það var vist búið að sveipa bjónin sem hann var þegar ég byrjaði. Já, núna, þegar öll myndin er komin, þá erum við með hjálpavafið er þá tengt við þétti. Þegar við setja hjálpavaf með með þétti. Og þá er setaðan 41 ohm hérna, en með því að tengja þéttin, þá erum við komið með launviðnám þéttisins sem er alveg vinnur þverrátt á launviðnám hjálpavafsspólunar, svo að hérna erum við þá með mismunin á straum eða viðnámi í fasviki í aðalvafi og fasviki í hjálpavafi það bil svona 90 gráður, sjáu þið. Héðan frá aðalvafinu og yfir í hjálpavaf með þétti. Og þá, þegar við komum með það bil 90 gráður mun þarna á milli, þá fáum við miklu meira ræsi vægi í mótorinn. Þegar straumarnir eru með það bil 90 gráður fasamun, þá ríkur mótorinn í gang með miklu snúningsvægi eða miklu ræsi vægi. Þess vegna erum við að nota þétti við hjálpavafið til að ræsa einfasa mótor, en svo er stundum notað gangþéttir við svona einfasa mótor. En það er ekki þessu verkefni hérna, það kemur seinna. En þið eru búin að taka mynd af þessu, ekki satt? Og þannig að þá getum við haldið áfram og klárað það sem við þurfum að gera. Og hérna er rauninni bara spurt í fyrri hlutanum þegar ekki komin ennþá það er ekki komin þéttir að hvor er seinni aðalvafsstraumur eða hjálpavafsstraumur, að hjálpavafsviðnámið er á undan aðalvafsviðnáminu og þar sem að straumvektormyndin er í raun speilmynd af viðnámsvektormyndinu, þá sést að hjálpavafsstraumurinn er á eftir aðalvafsstraumnum. Ok. Þið viljið væntanlega skrifa þetta eitthvað upp hjá okkur. Verðum við ekki bara að fá að taka myndir af þessu og halda áfram? Ég verði eiginlega það núna bara. Já, takið bara myndir hérna af þessu og núna gangsettum við bara mótor án þéttis. Ég held að það séu engir miklu útreikningar eftir, að það er mjög lítið eftir. Það er kannski bara að svara þessum spurningu hérna. Þegar hann er búin að tengja hérna mótorinn upp og reyna að koma hann í gang, að þá án þéttis, þá er bara 5,2 gráður á milli straumanna í aðalvafi og hjálpavafi. Það er nóg til að gefa hann bara pínlítið snúningsvægi og mótorinn snýst rangsælis. Þau eru búin að taka mynd af þessu
annars get ég bara haft þetta aðeins lengur á eftir. Síðan bætum við þéttinum við. Geturðu farið aðeins upp í náður myndinni? Náður ekki myndinni. Ég get líka verið aðeins lengur, sérst. Ég bara klára þetta með... Svona, ég kom með hana. Kom með það, ok. Þéttirinn tengdur við og hann er 66 mikrofarad og þá kemur miklu meira ræsivægi, ræsið átakið verður miklu meira og stærra horn á milli straumana í vöðvunum. En núna snýst mótorinn réttsælis í hina snúningsáttina og það er vegna þess að nú er straumurinn kominn á undan spennunni en var áður og eftir spennunni. Þess vegna snýst mótorinn í hina snúningsáttina. Þið eru búin að taka mynd af þessu hérna líka? Já. Ok. Já. Ok, þá skulum við klára þetta. Hérna er sagt að alveg snýst mótorinn í átt með það sem við gerðum í lið 1-3 og þetta er ástæða. Án þéttis var hjálpastraumurinn á eftir aðalstraumnum en með þéttirinn var hann undan og þess vegna breytist snúningsáttin. Búin að taka mynd af þessu. Og bara aðeins útreikningar hérna á fasvíki hjálpar með þétti. Förum í það. Hann er settur í samband við aflmæli. Það er 6 vöttin, já þetta er sammæling á hann. 0,47 ampere, kannski aðeins öðruvísi. Og hérna er þéttirinn komin í samband við hann. Og þá reiknum við út setuna. Þá 41 ohm. Spennadeilt með straumnum. Er búin að taka mynd af þessu? Já. Ok. Og Emil líka? Já. Ok. Og þá er bara smá útreikningur á fasa hérna. Þetta sé ekki bara nóg. Jú. Þá erum við hérna að reikna út hornið á fasvíkið á hjálpavöðunum og síðan mismunurinn er hérna fyrir neðan á fasa aðalvassins og hjálpavassins. Og þá fáum við að munurinn er 99 gráður og það gefur hann mikið ræsivægi. Einhvers staðar í kringum 90 gráður það gefur hann mjög gott ræsivægi. Og ég held að þetta sé einlega það síðasta, er það ekki, í skýrslunni? Það var hann komið. Já. Heyrið, þá þakka ég ykkur bara kærlega fyrir. Þá megið þið fara að drífa ykkur í næsta próf. Takk fyrir. Takk. Sjáumst. Sjáumst, takk. Takk, Tímon. Takk. Þeir sem hafa meiri tíma, það kannski, ef það er eitthvað fleiri spurningar eða eitthvað sem þið náðu ekki. Geturðu farið smá upp? Já. Með þetta? Nei, aðeins meira. Meira? Þarna. Það er bara spennuna. Nei, strauminn segir. Já. Gæti verið eftir að svara einhverju spurningum að það neðst eða hvað? Það eru spurningar hann uppi, getur þú farið þessu upp líka svo? Já. Má ég fara upp núna? Það er ekkert. Það var þessi og þessi. Eru þið með þetta núna? Ok. Það er líka hérna fyrir 1, 2 svarið. Má bíða hérna ef einhverjum vantar. Já, eru allir konir með, já, þeir eru bara tveir inni, Halldór, Gústaf og þú Emil. Halldór, varst þú komið með þetta? Ekki alveg, bara 1 mínúta. Já, ok.
Já. Hvað byrja páskafríið bara á mánudaginn? Já, Já, þannig að við þurfum ekki að mæta í tíma á mánudaginn. nei, ég get vel verið að ég sé allavega í símasambandi, sko. Þeir þurfum ekki að mæta í tíma þá, nei, svo bara spurning ef einhverjir vilja vera að skila inn verkefnum og svona, til að halda sér í formi. Ég ætla að hringi í þig á páskadagsmorgun. Já, klukkan 8. Klukkan 8? Já, ég verður Nei, ég ætla að vera sofandi þá. Þetta er komið á mér. Já, það var aðeins ofar sem að vantaði, var það ekki einhverja Jú. svar? Var það þetta hérna? Já. Svo. Var það þetta sem vantaði mér? Já, hjá mér. Þá held ég þetta sé allt bara komið hjá mér. Ok. Frábært, Emil. Takk kærlega fyrir þennan tíma. Og Já, þú fer varlega á sjónum. Verð duglegur að gera heimaverkefni og heimadæmi og fara og æfa þig að reikna þessar skýrslur aftur og aftur í gegn svo undirbúið vel fyrir prófið sem verður þá eftir páska einhvern tíma. Já. Ég fer hugsanlega yfir allar skýrslurnar aftur og svo förum við í próf þá annaðhvort í sömu vikunni eða viku síðar. Svo eftir í hvað verður mikið álag hjá ykkur. Ég verður að taka stöðun eftir páska. Það alveg hrikalegt álag hérna í tölvuleikjaspilun og bjórdrykkju. Já, ég veit. En ekki eftir páska. Þá verður álagið orðið minna. En það getur komið í staðinn svona prófálag eftir páska. Já. Og svo erum við ennþá í upptöku, þannig að ég held að ég megi bara klára upptökuna núna. Ég held að hafi ekki verið, var eitthvað eftir af þessari skýrslu hérna fyrir neðan. Nei, það var ekkert á blaðsíðu 8, allavega ekki á mér. Nei, þá passast það. Það var alltaf leið. Þá get ég bara klárað upptökuna. Þá segjum við bara stop recording.